Komin hingað til mín framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins. Ertu velkomin? Takk. Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Þú ert í fallegri peysu. Þakka ég kærlega fyrir. Takk fyrir. Kann að meta. Er það ekki? Jú. Sérlega falleg peysa. Já. Og mér langar að byrja okkar spjall á að ræða það sem er í gangi núna. Já. Og tengist garni, peysum og hvað stuðningi við atkvæðið. Já, og munstri. Já, og munstri. Já. Já. Þetta er nefnilega ekkert hvaða peysa sem er. Nei. Þetta er peysan Skjól, úr prjónuðskriftinni Skjól. Já. Og þetta er hluti af herferð okkar í Kvennaathvarfinu sem við vorum að fara af stað með. Já. Og ég get bara sagt þér það að það er alltaf verða vittlust. Ég heyri það bara út á götu og það var að vera garnlaust. Já, það er garnir að seljast upp. Já. Og fólk er bara mjög mótiverað. Þannig við lögðum að stað með þessa herferð í rauninni í framhaldi að herferð sem vorum með í fyrra sem hét þekktu mynstrið. Þar sem við vorum svona að leggja áherslu á að fólk þekkti mynstur ofbeldis í nánum samböndum sem er mjög flókið og margslungið. Og svo einhvers staðar kom hugmyndin í hausinn á okkur, þetta gæti nú tengst þá líka prjónamunstri og við vitum að prjónasamfélagið á Íslandi er stórt og öflugt. Já. Og fólk kemur saman og prjónar og myndar tengsl í gegnum prjón. Já. Og við erum alltaf að reyna að finna leiðir til að tala inn í fleiri og fleiri hópa. Gera okkur sýnilegar, bæði þjónustu Kvennaathvarfsins að lækka þröskuldin þangað inn og minna á okkur þar. Og á sama tíma að fá samfélagið með okkur í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi og leita allra leiða til þess og þetta var ein leiðin. Já, og þá er það mín spurning þegar ég sé þessar öldur þarna í munstrinu. Vísar þetta til þess að í ofbeldissambandi geta líka komið toppar og sko, það eða hvað er þetta að segja okkur? Það sem er náttúrulega skemmtilegast við þess að peysu er að fólk les alls konar. Les bara, og það er svo gaman eins og þú ert að gera núna. Já. En númer 1, 2 og 3 að þetta sé munstur og hún Tinna Laufdal hjá Tiny Viking og hannaði fyrir okkur þessa uppskrift upp úr í rauninni munstrunum sem við notuðum í fyrir herferðinni og Arna Þorstinsdóttir heitir svo sem að fóra svo að stað með herferðina með okkur, algjörlega frábær típa og mikil kraftur í henni. Og það hafa margir lesið, að líka lesið út úr því að það komi rof á munstrið, þetta heitir rjúfumunstrið og það kom líka bara utan úr bæ, fólk er að lesa ýmislegt í munstrið, en það sem er mikilvægt er að með því að prjóna peysuna og ganga í peysunni erum við að sýna samstöðu með þolendum ofbeldis og segja við ætlum að standa saman gegn ofbeldi, þannig að peysan er líka í rauninni mjög tákgræn. Líka eitthvað sérstakt sem gerist innra með manni þegar maður sér svona falleg form, falleg mynstur, fallega flík sem tengist samt svo alvarlegu og skuggalegu fyrirbæri. Algjörlega. Það er líka góðu punktur. Það er líka þessi kraftur sem er fallegur og við fáum hlýtt í hjarta þegar við erum að finna núna viðbröðin í samfélaginu við þessari herferð og það er fallegt og það er fegurðin sem við þurfum að nota til þess að berjast gegn þessum ljótleika sem ofbeldið er og til þess að rjúfa þessa einangrun sem þolendur búa við. Algjörlega. Þannig að það er svona okkar nálgun í þessu. Já, og kannski nemiði ný lönd, kannski náiði hlustum hópa sem annars eru þreyttir á einhverju sem að fólki finnst vera stagl, alltaf sömu frasarnir og eitthvað svona. Algjörlega. Bara svo ég reyna að túlka viðbröðin við þessu sko. Þess vegna notum við ýmsar leiðir líka til að tala til ólíkra aðila og eins og við höfum fundið niður í athvarfi, konur vita oftast af okkur en við vitum aldrei hvenær rétti tímapunkturinn er til þess að tala til þolenda. Þannig að við vitum að það hafa komið til okkar konur sem hafa verið í margra ára ofbeldi og alveg vitað af Kvennaathvarfinu en svo bara einn daginn er það að fletti í blaði og sjá litla auglýsingu og hugsa, já, nú hringi ég.
og þá hringja þær og við þurfum bara alltaf að vera að minna á okkur þess vegna. En það sem er líka fallegt við þetta munstur er að við erum það til dæmis síða held ég komin núna sem heitir Skjól, ýmsar síður komnar upp og viðburðir og annað í kringum þetta, svo skemmtilegt. Þá eru þær að deila með hver annari litunum, það eru ótrúlustu litir sem við erum að blanda saman og leika sér með formið og líka sýttina og alls konar hægt að leika sér með þessa peysu og það er það sem er líka svo gaman að sjá að í mynstri í prjóni getur þú verið svo frjáls. Þú getur búið þér til þín eigin peysu og meðan í mynstri og ofbeldis ertu náttúrulega algjörlega lokuð inni og valdalaus. Þannig að þetta er valdeblandi herferð. Já. Þetta gard sem er uppselt eða næstuði uppselt er von á meiru til landsins? Já, það er sko vist gard sem að nú er ég nú ekki mikil prjónakona en ég er að reyna og ég er byrjuð að prjóna. Já, það heitir Drop Air og það er alveg til en það er fara að ganga og byrðir og er alveg von á meiru. Og svo eru náttúrulega verslanir eins og Jysk sem að fór að stað og er að láta 15% af öllu gardni sem keyptir í peysuna renna til okkar til dæmis. Það er annað gard heldur en sem er í uppskriftinni. Þannig að er alveg hægt að nota aðrar típur. En nú er ég náttúrulega ekki rétt að mannskjan til að segja hvaða tegundir það eru, en það kemur allt fram í á heimasíðun okkar. Já, ég hef reynt að gefa konunni minni peysur sem eru áþekkar í útliti og þessi peysa og stundum hafnar hún gjöfinni og ég þarf að skila þeim og finna nýja gjöf af því að þær eru hana klæjar. Já. Er þetta af angóra, ullar, kaliberi eða hvernig, er þetta mjúkt eða? Þetta er svo mjúkt. Já. Þetta er, ég held að þetta sé að stærstu hluta alpaka ull, en þetta er bara, þú finnur ekki neitt. Þetta er algjörlega sko dúna mjúkt og við erum núna að vinna í að gera uppskriftina fyrir börn, þannig að börnin geti líka gengið í þessu, en þetta stingur nákvæmlega ekki neitt. Einmitt. Frábært. Já, þetta er spennandi. Og þessi peysa sem þú ert í, mér finnst hún alveg einstaklega falleg. Já. Hún talar svo fallega til mín, en líka með einhverjum svona dularfullum, seiðrænum, kingimögnuðum krafti. Þannig að þetta er mjög vel heppnað átak. Já, takk fyrir það. Það er við erum mjög glaðar með þetta og bara að finna þessa orku eins og ég segi og ég finn það er núna verið að hafa sambandið okkur alls konar viðburðir, göngur og fyrir vestan er verið að skipuleggja gítarpartí síðsumars í Skálavík sem heitir Skjól í Skálavík þar sem að fólk er hvatt til að koma í peysunum og syngja saman og þannig að þetta við finnum að samfélagið er tilbúið að standa saman og senda þessi skilaboð að við ætlum að berjast gegn þessu kynbundna ofbeldi og við erum meðvituð það að það tekst ekki nema við gerum það öll saman, það tekst ekki á okkur einum vettvangi og þetta er bara ekki í lagi að við séum enn með mæður, dætur, ömmur sem að búa við ofbeldi kynslóð eftir kynslóð inn á heimilum sínum og það er ekkert að minnka og við ætlum að breyta þessu. Þetta er einn helsti ljóður íslensks samfélags. Það hafa víða orðið umbætur í jafnréttisátt en kynbundið ofbeldi er mikið hér á landi. Þetta er algjör viðbjóður. Var ekki dómsmálaráðherra að leggja fram einhvers konar stefnu til 5 ára aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi? Jú, það var núna verið að leggja fram fyrstu landsáætlun gegn kynbundnu ofbeldi og það er náttúrulega bara í fyrsta lagi sjálfum sér galið að það skulle aldrei hafa verið gert áður. Þessi mikla mein sem er í okkar samfélagi og þar kemur ýmislegt mjög gott fram. Góðar fyrirætlanir hvað á að gera. Það er náttúrulega svo að sjá bara hvernig það mun ganga eftir. Það er verið að fara svolítið eftir þessum tilmælum sem komu frá Istanbúl-samningnum sem að við skuldbindum okkur við sem er Evrópusamningur gegn kynbundnu ofbeldi sem að við undirrituðum og við höfum fengið tilmælum ýmsa þætti sem mega betur fara á Íslandi og þar á meðal eða til dæmis samþætt þjónusta landa allt að það er ekki að skipta máli hvar þú kemst í tæri við framlínuna, hvort sem það er lögregla eða félagsráðgjafi eða heilsugæsla
að fólk eigi að vera vel þjálfað og þekkja merki ofbeldis í nánum samböndum og vita hvernig á að bregðast við. Þannig að það er svona eitt af stórum málunum sem þar koma fram. Það fylgja þessu ekki háar fjárhæðir, þannig að við verðum bara að sjá hvernig þetta mun ganga eftir. Við erum vongóðar. Þau hefðum vilja sjá þarna líka eins og kom fram í Istanbúl-samningnum að þurfa að tryggja fjármögnun til þeirra sem eru að þjónusta þolendur ofbeldis. Það er enn brotalöm þar í íslensku samfélagi en aftur á móti margt annað gott sem að verður áhugavert að fylgjast með, sem að til dæmis að tryggja betur öryggi þolenda ofbeldis og það er svona eitt af fáum aðgerðum sem eru komnar í gang af þessum aðgerðum sem eru nefndar og það er þetta nálgunabann og ökklabann sem að hægt er að nýta. Já, ræðum það aðeins. Já. Það eru bara nokkra vikur síðan lögum að breytt, þannig að nú segjum að ég væri ofbeldismaður, ég væri að ásækja fyrrum konu mína eða eitthvað svoleiðis og ég væri mjög ósáttur við það að hún hefði skilið við mig og ég væri bara brotinn maður inn í mér að það yrði erfiðara fyrir mig en áður að elti hrella hana með þessum hætti eða með þessu nýju lögum. Já, sko vonandi. Lögin voru í raun ágætt. Við vorum með áður nálgunabann sem átti að nýta til þess að tryggja öryggi og frið þolenda sem á að vera hægt að nýta þá til þess að stoppa af gerendur. Það var notað allt og lítið líka fram að þessu. Allt og lítið, allt og sjaldan sem að fengust í gegn beiðnir nálgunabann og því framfylgt. Þannig að Þú óttast að saga ökklabandana getur orðið svipið? Já, ég er svona, sko það sem að ökklabandin eiga að gera eru náttúrulega í þessum hættulegustu tilvikum, þar sem að ótti eða áhyggjur af því að gerandi munu ekki fylgja nálgunabanni, þá er hægt að nýta þetta. Eins er þetta góð leið til þess að fylgjast með því hvort það sé verið að brjóta á nálgunarbanninu af því að þú getur fylgst með því. Sko ég held að alveg sama hvaða breytingar við gerum, þær munu ekki draungerast nema að séu innleitar á mjög vandaðan og réttan hátt og þá þarf að fylgja því fræðsla, þjálfun og fjármagn fyrir tækjum og öðru. Þannig að þetta er eitt skref. Þetta er fyrsta skrefi og þetta er gott skref og þetta hefur reynst mjög vel í Noregi til dæmis þar sem við tókum fyrirmyndina af þessu. En við verðum að sjá hvort að þetta muni fari í gegn. Það hefur verið allt og mikið hingað til einungis hort á líkamlegt ofbeldi, alvarlegt líkamlegt ofbeldi þegar notað nálgunabann. En nú eru bara komin það mikil fræði það hversu hættulegt annað ofbeldi er í raun og hversu mikil hversu erfitt er að sitja og verða fyrir slíku ofbeldi og það geti leitt að sér hræðilegar afleiðingar. Þannig að við viljum sjá meiri aðgerðir við alls konar ofbeldi eins og þú ert að nefna eldirhelli eða stafrænt ofbeldi og annað slíkt sem þarf líka að taka mjög alvarlega á. En eru einhverjir í þessum töluðu orðum íslenski kallar með ökklaband? Nei, ekki vegna nálgunabanns. Þetta er ekki komið á stað. Þetta er ekki komið á stað? Nei. Þegar ég heyrði þessu síðast er nefnt að vinna í því að þessum tæknilegu atriðum hvernig á að útfæra þetta. En nú erum við komin með nýjan ríkislögreglustjóra og það sem að hefur unnið töluvert í þessum málaflokki og þekkir hann vel og ég bind mikla vonir við það að það verði samræmd þjálfun og innleiðing á þessum verkferlum og svo eru það náttúrulega dómstólarnir sem þurfa að fá aukna fræðslu og það hefur verið flókið að komast þar að með fræðslu og samtal þessi mál. Það eru karllæg og gamaldags viðhorf inn í dómstólunum. Finnum maður iðulega. Þú tekur undir það, er það ekki? Já, þau eru allt og mikið alls konar. Það er allt og mikið kannski happ og glapp á hverjum þú lendir og annað slíkt. Þannig að
það þarf að vera meiri upplýsing þar sem ætti ekki að vera valkvæð. Já. Sko, hvernig ástandið í dag í þessum málaflokki, bæði ef þú horfir á það út frá þínu starfi Kvennaathvarfsins og kannski siglir aðeins svona heilt yfir í samfélaginu, því ég veit að hérna þeir sem starfið á Kvennaathvarfinu, þeir eru ekki bara að hugsa vinnustæðin ykkar, þeir eru að hugsa allt samfélagið. Að hérna ef við til dæmis tökum núna árið 2026, berum það saman 2016, kannski 2006, 1996, hvað hefur tekist best, hvað helsta brotalömin og eru við á betri stað en nokkru sinni eða hvernig myndir við meta stöðuna? Já, þetta stór spurning. Já, hún svolítið stór. Hérna, okkur hefur tekist vel að koma svona umræðinni á framfæri og við erum að sjá það svona meiri þekking í samfélaginu á ofbeldi í nánum samböndum og svona minni þetta ekki lengur einkamál eins mikið heimilisins. Við finnum það í mjög auknum mæli að fjölskyldumeðlimir, vinir, samstarfsfélagar, yfirmenn eru að hafa samband og lýsa yfir áhyggjum af einhverjum sem í þeirra lífi og hvernig þau geta stutt við og aðstoðað. Og þetta eitthvað sem við sáum náttúrulega ekki áður fyrr. Eins erum við að sjá þolendur leita sér aðstoðar í auknum mæli, koma og fá ráðgjöf. Sennilega sko ungt fólk búið öðrum björgum oft heldur en þeir sem eldri eru í því, það ekki? Jú, í því að koma orðum að ofbeldinu, kunna að segja frá því og segja frá ólíkum tegundum ofbeldis innan sambands. Það var náttúrulega óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan að það væri til eitthvað sem héti kynferðisofbeldi eða fjárhagslegt ofbeldi inn í hjónabandi. Þannig að þetta eitthvað sem hefur komið aukin umræða á þessar ólíku birtingamyndir. Þannig að jú, vissulega eru þolendur að koma í auknum mæli og koma til okkur í viðtöl, fá ráðgjöf, hringja og spegla. Að því sögðu þá skömmin ennþá til, þetta ennþá erfitt og mikil skömm að uppgöta að ég í þessari stöðu og ég þarf að leita til Kvennaathvarfsins og við erum ennþá að reyna að vinna í því. Það hlýtur að vera eitthvað að mér, fyrst ég lendi í þessu, kannski á ég þetta skilið. Já, það líka bara hluti af ofbeldinu að fullvissa þig það að þú átt þetta skilið og þetta sé þér að kenna. Þannig að og það náttúrulega þessi einangrun og kúgun sem eru alltaf fyrstu einkennin. Þannig en þetta hefur svona komist meira en svona talandi ungu kynslóðina þá á sama tíma eru þau á mjög ruglingslegum tímum þar sem náttúrulega internet, það mikið klám og mjög svona skakkar myndir af því hvað eðlilegt í samskiptum kynjana. Við erum að upplifa bakslag hér í umræðu og podcastum og annað hvernig talað samskipti kynjana og konur og gerenda meðvirkni og annað sem einhvern veginn virðist vera að blossa upp aftur. Þannig að við förum í hringi. Nýjar ógnir með internetinu sem voru ekki áður. Já. Það svona kannski stærsta, ef þú talar hver breytingin hefur orðið, að þá það náttúrulega þannig að kona kemur inn í kvennaathvarfi með börn sín í dag og ofbeldið fylgir þeim yfir þröskuldin. Og hún gerir það í gegnum síma og netið og það eru settir á þau trakkarar og fylgst með öllum þeirra hreyfingum og við sjáum þetta ofbeldi einhvern veginn grafa undan kjarnanum og öryggskendinni á svo ótrúlega djúpan hátt, þú ert hvergi örugg. Þannig að það svona nýjar hæðir í þessu ofbeldi, já. Þannig að þetta eru það eru ýmsir hlutir sem eru góðir og það virkilega eins og nú í stjórnvöldum virkilega svona jákvæð bylgja í því að taka þátt í þessari baráttu og þetta umtal, það eru allir sammála þetta. Við viljum útrýma þessu. Á meðan áður var kannski vorum við ekki endilega þar. Það var bara verið að tala að það væri ekkert kynbundið ofbeldi á Íslandi. En ég held að það sé búið að það sé verið að rífast það. En sorglega að við sjáum bara nýja kynslóð og ofbeldið heldur áfram þrátt fyrir alla fræðsluna. Og það svolítið segir okkur að þetta ekki út af vanþekkingu endilega,
heldur út af samfélagslegu meini. Þetta svo miklu dýpra en það hvort að gerandi hafi lent í ykkur á sinni ævi eða frá hvernig fjölskyldu viðkomandi kemur. Við erum að sjá það að þetta kemur úr öllum stigum samfélagsins með allan bakgrunn, allan menntun, bæði þolendur og gerendur. Þannig að þetta miklu stærra. Þetta samfélagslegt. Þetta umræðan, þetta skilaboðin, þetta fjölmiðlar, pólitík, dægurmálin. Við þurfum að skoða þetta allt saman. Já. Þú ræðir jákvæð teikn hjá stjórnvöldum. Já. En ég þykist vita að það sé ein aðgerð sem þú ert ekkert allt úr hrifin af. Það þannig brottfarar búðirnar. Það ekki rétt ályktað hjá mér að giskað. Jú, ég svona náttúrulega áður vann einnig með flóttafólki áður en ég fór í kvennaathvarfið, tók á móti kvótaflóttafólki fyrir hönd sveitarfélaga og ráðuneytis og vann hjá Fjölmenningarsetri. Þannig þekki ágætlega málaflokkinn. Til okkar leita líka einnig konur náttúrulega í þessari mjög svo veiku stöðu og viðkvæmu stöðu. Oft konur einnig af erlendum uppruna með íslenska gerendur sem í mjög veikri stöðu og við finnum bara í fyrsta lagi hvernig breytt orðræða í samfélaginu, hún svo kröftug og það svo mikilvægt hvernig við tölum. Það hefur svo mikil áhrif. Við finnum hvernig þessi breytt orðræða hefur kallað fram aukna hörku gagnvart fólki og gagnvart til dæmis okkar konum sem að reyna að stíga út úr ofbeldi og af erlendum uppruna. Og það það sama með þessa ég veit ekki, viltu kalla þetta brottfara miðstöð. Þetta náttúrulega ekkert annað en fangelsi. Þú lest lýsingarnar á þessu, þetta bara lokað úrræði og ég náttúrulega ekki með tölur fyrir fram með mig en ég man ekki eftir því að það hafi verið stórkostleg vandamál að finna fjölskyldufólk með börn og konur sem áttu að flytja úr landi og það hafa rannsóknir sýnt á Norðurlöndum að allar slíkar aðgerðir ganga mun betur þegar það gert í samstarfi við fólk og þetta mikil undantekningatilvik, það eitthvað vandræði með að finna fólk til að koma því úr landi. Svo erum við komin, eins og ég segi með orðræðina, ég hef á tilfinningunum hún sé búin að leiða okkur inn á þennan stað og ég einhvern veginn verð svona óróleg yfir bara, þú veist, þegar fólk mun vakna upp við hvert erum við komin, hvernig erum við að koma fram við fólk, hvernig mun sagan dæma okkur og það að ætla að fara að setja börn í lokað úrræði sem í raun fangelsa börn og geta ekki farið og gert sótt tómstundir eða sem þau geta nú ekki í dagbörn sem eru að fara í sem á að fylgja úr landi en þú veist að það sé ekki komið fram við þau sem börn og sama með konur í viðkvæmri stöðu. Og börnin verða lokuð, það geta komið upp þar aðstæður að börnin séu lokuð einsömmul, það ekki? Það ég meina það fyrir náttúrulega eftir hvort þau í fylgd, ef þau með fjölskyldu sínum þá núna, ég sá að Framsóknarflokkurinn allan að leggja fram einhvers konar tillögur að fjölskyldur séu algjörlega aðskildar og einar. Það breytir því ekki að þau innilokuð og ef við bara skoðum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þá erum við að fara að brjóta hann mjög illilega varðandi réttindi barna og hvað sem börn þurfa. Þetta hefur verið gert í nokkrum löndum og eins og litið til Norðurlandana og það virðist ekki vera að ganga vel þar. Þannig að ég skil ekki alveg af hverju við erum komin á þennan stað. Hvernig þetta ekki margar fjölskyldur hér á Íslandi sem við erum að fylgja úr landi ár hvert að þetta skuli þurfa að vera niðurstaðan að það skuli ekki vera hlustað á öll þessi félagasamtök og réttindasamtök sem eru að tala þetta mál og þar á meðal Barnaheill og Rauði krossinn þegar þau eru farin að mótmæla kröftulega þá held ég að sé mikið átt fyrir stjórnvöld að hlusta. Já. Til marks þessa kúvendingu þá las ég færslu í gær hjá Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur sem að hefja þingstörf aftur í dag eftir ásleyfi í Bandaríkjunum og hennar færsla gengur út af það að hún hafi verið útrópuð fyrir 5 árum sem ráðherra og ráðamaður fyrir það sem að núna þykir sjálfsagt og eðlilegt og hvaða skoðun sem maður hefur
á þeim málflutningi hennar þá sennilega dálítið til í því að sko mjög mikið læti inn á Alþingi og svona mikið andóf utan veggja Alþingis gegn normaliseringu eða gegn hlutum sem eru normaliseraðir í dag. Þetta eru tvö svolítið ólík tímabil og það virðast ansi margir Íslendingar trúa því að bjargir okkar dugi ekki til þess að bæði huga að okkur og hinum. Og og af því þú varst aðeins að tala sko þann hóp kvennana sem af erlendu bergi brotin. Mér minnir að við höfum imprað á þessu síðast þegar þú komst hérna í heimsókn til mín, en það eru örugglega ár síðan eða eitthvað svoleiðis. Mætir þér stundum sko það viðhorf að kvennaatkvæðið eigi fyrst og fremst að hugsa konur sem fæddar eru á Íslandi, íslenskar konur? Sko, já, við höfum alveg svona, og ég tek alveg undir það, ég finna að það að færast aukin harka og það meira leyfilegt í dag. Það sem að kvennaatkvæðið hefur samt alltaf að við tökum á móti öllum konum og það fer vel allar konur hjá okkur, allar konur og börn og það fer enginn í manngrein álit eða athugun á, við trúum alltaf þolendum og af því að við stöndum fyrir utan kerfið sem svo ótrúlega mikilvægt að konurnar finna þær koma inn til okkur og þær ekki að koma inn á stofnun. Við erum alltaf með þeim í liði, við finnum alltaf leiðir með þeim og þær eru á sinni vegferð og ef þær ákveða að fara tilbaka þá bara gera þær það en þetta mjög mikilvægt tól og þá í rauninni svo sem ekkert hægt við okkur að vera potanýtt í okkur, við tökum bara á móti öllum sem til okkar koma og konur sem koma til okkar í viðtöl eru þetta langstærstum hluta íslenska konur og íslenski gerendur en þetta með umræðina náttúrulega alveg rétt og þetta hefur verið þetta svona þessi harka og ég finn það bara sjálfa því ég vann við þetta fyrir nokkrum árum og fólk á flótta varð hælisleitendur og svo eru það orðnir umsækjendur vernd. Það meiri segja orðnotkunin, þetta alltaf orðið fólk sem að biðja þau eitthvað í staðan fyrir fólk sem á flótta undan einhverju og þetta ekki stór hópur en það kom náttúrulega stór hópur hér frá Úkraínu og það setti aukna pressu á kerfið annars þetta náttúrulega mikið fólk sem eru innflytjendur frá Evrópu sem eru að koma að setja náttúrulega líka álag en fólk sem að koma hér sem flóttafólk, þetta ekki stór hópur og ég vissulega sammála því að það þarf að vanda til verka til að taka á móti þeim og við höfum séð það að þegar það gert vel eins og með kvótaflóttahópana sem var gert hérna áður þá gengur það mjög vel og við erum með fordæmi fyrir því en ég sé það rosa lítið í umræðinni hvernig á að gera þetta betur það meira bara hvernig á að losa okkur við þetta fólk sem algjörlega galin umræð. Sko, hvaðan koma tekjur kvennaatkvæðisins? Já, tekjur kvennaatkvæðisins skiptast svolítið upp. Þetta svona tæpur helmingur að koma frá ríki og aðeins frá sveitarfélögum. Það mjög misjafnt. Öðrum sveitarfélögum en Reykjavík? Já, það kemur frá öðrum sveitarfélögum en Reykjavík en það bara misjafnt og það ekki háar fjárhæðir og myndum vilja sjá að sveitarfélögin væri að standa betur á bak við kvennaatkvæðið. Við erum að taka mikinn þunga af sveitarfélögunum með því að grípa þessar konur og þessi börn og oft á tíðum halda þau svo áfram hjá okkur og leigja hjá okkur íbúð í öðru úrræði sem við erum með. Þannig að þetta mikið þetta mjög dýrmætt og mikilvægt fyrir velferðarþjónustu allra sveitarfélaga. Þannig að við myndum vilja sjá þau koma mun sterkari inn en ráðuneytið að styrkja okkur. Við erum á föstum styrkjum þar. Þeir hafa ekki hækkað mikið í gegnum árin. Þannig að við þurftum að taka til þess ráðs að leita til samfélagsins af því að það hækkar allt og við viljum koma betur á móts við konurnar og börnin og veita góða ráðgjöf og þær eru hjá okkur í fríu fæði náttúrulega og húsnæði, oft ekki með neitt með sér og við bara leggjum mikið upp úr því að taka vel á móti þeim en það hefur það skilað sér í því að mun færri konur að fara tilbaka núna
í óbreytt ástand af því þær geta dvali hjá okkur í góðan tíma, náð áttum og þannig að þetta orðið kannski tæpur helmingur frá ríki og sveitafélögum en rúmur helmingur frá samfélaginu, vinum kvennaatkvæðisins, langstærstu hluti, fólk sem að greiða lágar fjárhæðir í hverju mánuði og þetta náttúrulega vinna að halda þessu við og við myndum vilja sjá stærri hluti að koma frá ríki og sveitafélögum en á sama tíma viljum við halda áfram þessu frelsi og vera að gera þetta svona með samfélaginu þannig að þetta ágætt að gera þetta í pínu í svona og skarta þessari fallegu grasrótarpeysu. Já, til dæmis það svona hluti líka fjáröflun að fólk kaupir á okkur uppskriftina að peysunni þannig að við erum líka alltaf að finna leiðir við erum náttúrulega að flytja í nýtt kvennaathvarf. Já, ekki bara stutt í það? Við erum að fara að flytja í ágúst í tæplega 1000 fermetra hús sem hannað sem kvennaathvarf fyrsta sinna tegundar á Íslandi. Já, því að við svolítið þurft að finna bara út úr hlutunum áður. Já, þetta hafa verið og þetta eru mikið af stigum og þetta eru konur oft mjög lélegar í líkamannum og konur með alls konar sérþarfir og með börn sem eru með fatlanir. Þannig að það eru ótrúlega munir að koma þarna inn og við erum búin að safna fyrir þessu húsi. Og núna erum við bara að safna fyrir innbúinu. Þannig að við rekum þetta bara eins og vel rekið heimili. Kannski bara, heimili sem ekki skuld. Við söfnum fyrir því sem við gerum. Og munið þið geta tekið fleiri konur inn og börn í nýja húsinu heldur en áður? Já, við getum tekið við fleiri konum og börnum og það eru svona meira í ólíkum álmum, þannig að konur sem eru einar eru meira útaf fyrir sig og svona í friði og ró. Við getum tekið mun fleiri viðtöl sem svo þjónusta sem að stækka mest. Það eru ráðgjafa viðtölin. Við veittum 1500 slík viðtöl í fyrra og við erum að gera það núna bara út í bílskúr þannig að það eru rosa munur. Þannig að þetta verður svakalegu munur en við ákvæðum samt að halda áfram að reka þetta eins og heimili. Þetta eru ekki litlar íbúðir. Þar koma áfram fram og borða saman, við höldum upp á ammælin og jólin og eigum stundir saman af því að það eitt af svona töfra stundunum í kvennaathvarfi það að þú sér konurnar tengjast og styðja við hvora aðra. Það alveg magnað. Reykjavíkurborgar að leggja niður að talið mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð. Hefur skoðun á því? Já, ég bara vona að það sé ekki rétt. Þetta eru fréttir fyrir mér. Ég hef heyrt að þetta hefur verið rætt en ég vona innilega að það verði ekki gert. Við erum í miklu samstarfi við til dæmis starfsfólk mannréttindaskrifstofu. Er það svo? Já. Það til dæmis sá starfsmaður sem heldur utan saman gegn ofbeldi, stýrihópinn, sem sá hópur sem heldur utan verkefnið að halda glugganum opnum, sem þetta að lögregla og félagsráðgjafar vinna saman að útköllum í heimilisofbeldismálum. Þannig að starfsmenn í þessum geira eru ekki afætur einskis nýtir opinberi starfsmenn sem sjúga gera við og þetta eru gæluverkefni sem hægt að skera burt og nú ég að vitna í orð sem fellur í aðdraganda kostningan. Já, nei, auðvitað ekki og þetta er ekki stór deild og það pínu sorglegt að þetta skuli vera þar sem fókusin á tímum þegar við þurfum einmitt að vera að stíga niður fæti og berjast á móti og berjast fyrir mannréttindum og manngæsku og það sem hræðir mig þessi umræðum að setja þetta undir önnur svið af því að ég veit bara að öll svið hafa nóg á sínu borði og eru hlaðin verkefnum og þá maður hræddur að þetta muni mæta afgangi. Þarna vel haldið utanum þessi viðkvæmu verkefni. Þarna til dæmis farið að stað og verið að rýna öll heimili þar sem býr fólk á vegum Reykjavíkurborgar sem með fatlanir eða með öldrun, verið að koma vel fram við fólkið, ofbeldi inn á þessum heimilum, þarf að rýna það. Þarna eru aðilar sem að rýna erfiðu málin og málin sem að kannski freistandi að láta sigla í gegn og eru samt þau viðkvæmustu og mikilvægustu. Þannig að við höfum virkilega góða reynslu af samstarfi með mannréttindaskrifstofunni þannig að við vonum sannarlega að hún haldi áfram, já. Mér finnst eitthvað benda til að svona öld, hörkunar og sigurvegarana sé að renna upp og það sé að þurfi svona mjög aktíft að verja
einmitt hlutskipti þeirra sem standa veikari fæti en það nú bara svona mín persónulega tilfinning, hún kannski ekki öllu leyti rökstudd en samt það hérna já, það snúningurinn í útlendingaumræðinu og fleira sem að svona segir manni að það geti verið betra að vera í hópi hérna stóru og sterku á komandi árum heldur en þeirra sem þurfa stuðning. Já, og þetta svona svo heyrir maður samt, þetta svona umræðan ofta á svo miklu milligötum, þú veist að það er ekki þannig sem að þetta lagt fram, það einhvern veginn skilningurinn á því hvað er að styðja við þá sem að þurfa á stuðningi að halda. Þannig að maður ég held að það verða alltaf bakslög, þú veist, þegar gengið langt fram og það verið að og vel gengur eins og gerðist árin áður að þá kemur þessi ótti við að missa völd af því að með jafnrétti sem þetta snýst allt með jafnrétti milli ólíkra hópa þá erum við að dreifa völdum og völdin fara á margar hendur og þá munum við alltaf upplifa einhvers konar ótta hjá ráðandi öflum við það og ég held að sá ótti kemur oft í svona einhverjum snörpum bakslögum en í undiröldinni er krafturinn og viljinn til þess að búa í samfélagi þar sem við erum í sátt og samlyndi og tökum utan okkar minnsta bróður og það finnum við strax leið og við setjum út eins og þessa herferð þá finnum við strax þennan kraft að fólk vil gera vel og fólk vil standa saman þannig að ég held að við búum að ýmsu og ég held að krafturinn mun þetta lítur rosalega illa út en ég ætla að fá að vera smá Pollyanna og trúa því að undiraldan og krafturinn sem að kraumar undir mun taka yfir aftur. Já, bara kannski rétt í lokin það eru einhverja breytingar sem að verða á háttum fólk sem skilur að nú þarf maður enga ástæðu til að skilja. Já, það ekki komið í gegn, það nú í samráðsgátt. Það er umræða. Já. Þetta í samráðsgáttinni. Þetta í samráðsgáttinni, ég reynda vissi ekki af því, en ég þarf að fara að finna það, en ég sá þetta í fréttum bara í gær, þannig ég ekki búin að ná að kynna mér þetta nógu vel til að tillögu breytingu á hjúskaparlögum. Já. Þannig að mun þetta að einhverju leyti verða þínum umbjóðendum skjólstæðingum til bóta? Ég að vona það. Þetta eins og ég segi, eftir að kynna mér þetta betur, en þarna eins og ég sagði áðan, það velvilji og að gera betur við til dæmis þolendur ofbeldis. Ég finn það. Þannig að það var þarna 2022 sett fram og kom í gegn 23 breyting á hjúskaparlögum þar sem hún sótt skilnað sökum ofbeldis sem átti svona flýta skilnaðarferlinu. En svo hefur verið bara mikill ómöguleiki í þessu kerfi af því að sýslumaður hefur ekki haft leyfi til þess að veita skilnað nema sé sátt skilnaðinn. Þannig að ef það ekki sátt þá þarf þetta að fara fyrir dómstóla og fyrir okkar konur þetta náttúrulega alltaf alveg hrikalegt ferli og langt og erfitt og það hægt að halda konum í fjárhagslegri og miklu andlegu ofbeldis gíslingu á meðan skilnaðarferli að gangi í gegn. Þannig að þú getur rétt ímyndað það ef að þolandi stígur fram og ætlar að sækja skilnað sökum ofbeldis, gerandi náttúrulega aldrei að fara að vera sáttur við það. Þannig að þau mál fara þá fyrir dóm. Þannig að konur hafa í raun verið hvattar til þess að sækja ekki skilnað sökum ofbeldis af því að þá gengur það bara í raun hægar. Þannig að stóra breytingin núna að ef þetta gengur í gegn að sýslumaður geti bara veitt skilnaði án þess að það þurfa að fara fyrir dómstóla og þá þar alveg ekki neinn þörf á því að sé einhver skilnaður vegna einhverja orsaka. Þú vilt bara einfallega skilja og það mín von að þetta þýði að skilnaður munu ganga mun fljótar í gegn, mun hraðar í gegn. Konur eru oft í þolendur í mjög veikri stöðu þegar þeir að fara svona fyrir dómstóla. Þetta snýst náttúrulega líka að hafa efni á alls konar lögfræðingum og annað slíkt. Þannig að það líka mín einlega von að þetta muni binda endi á þessa aðferð að setja fólk í sáttameðferð sem að skilja í mjög erfiðum aðstæðum þar sem mikið ofbeldi Þannig að það ekki þessi miklu fókus sýslumanns á að ná sátt í málinu, heldur að geta veitt skilnað.
á þess að þurfa að gera það. Þannig ég bind miklar vonir við þessa breytingu og vona að þetta verði til þess að ferli verði almennt bara auðveldara og hraðara þegar þú vilt sækja skilnað. Enda eru það réttindi okkar allra að geta bara skilið við þá manneski sem við viljum skilja við. Það á ekki þurfa að vera svona flókið, sko. Nei, einmitt. Heyrðu, það var eins og alltaf mjög áhugavert og fróðlegt að spjalla við Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins. Kærar þakkir fyrir samtalið. Takk fyrir að bjóða mér. Takk. Og við göngum áfram götuna, kæru hlustendur, ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.